Byrði hvítamannsins frá heimsvaldastefnu til samhjálpar. Rudyard Kipling orti ljóðið Byrði hvítamannsins ábyrgð Bandaríkjanna gagnvart íbúum Filippseyja árið 1899 þegar Bandaríkin höfðu náð eyjunum af Spánverjum. Mörgum þótti og þykir enn sem ljóðið sé táknrænt fyrir tilraun Evrópubúa til að gera heimsvaldastefnu sína á einhvern nátt siðferðilega góða, að þeir leggi undir sig aðra þjóðir meðal annars til að hjálpa þeim. Slíkar hugmyndir þykja í dag ósannfærandi og barnalegar. Landafundir og nýlendur snerust yfirleitt það fyrst og fremst að gera herraþjóðirnar ríkar og voldugar. Hugmyndin að Evrópubúar væru á einhvern hátt þróaðri en aðrir var þó lengi ansi lífseig og margir evrópskir héldu lengi vel að jörðin væri full af villimönnum og svo örfáum siðmenntuðum Evrópumönnum. Ljóðið 7 erindi. Það fjallar það hvernig hvíti maðurinn í Evrópu fórnar sínum bestu sonum til að hjálpa hinum hálfvilltu og siðlausu íbúum fjarlægra heimshorna. Take up the white man's burden, send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. To wait in heavy harness, on fluttered folk and wild, your new-cut sullen peoples, half devil and half child. Smám saman breyttist hugafarið. Fjöldi fólks frá fjarlægum heimshlutum fór smám saman að setjast að á Vesturlöndum. London var lengi einhvers konar höfuðborg heimsins, því þar bjó fólk að vægast sagt ólíkum uppruna. Eftir því sem tíminn leið varð hugmyndin að Evrópa væri svo stórkostlega fullkomin brothættari. Konur börðust fyrir réttindum sínum og fólk af ólíkum uppruna fór að krefjast þess að vera metið að verðleikum. Margra alda fordómar og rasismi fór mjög halloka. Í dag viðurkenna flestir að yfirráð Evrópuþjóða yfir nýlendu sínum snerist fyrst og fremst græðgi. Og að ekkert við menningu Evrópuþjóða réttlæti það að útrýma menningu annarra þjóða. Raunar áttu menn sjá því að oft höfðu Evrópubúar farið svo illa með nýlendur sínar að þær glímdu margar enn við fátækt, hungursneyð og hörmungar árum og áratugum eftir að Evrópubúar forðuðu sér burt. Löng tímabil arðaráns og kúgunar höfðu skilið samfélag eftir ónýt. Í einhverju tilfellum mun verra á sig komin en áður en hvíti maðurinn fór að skipta sér af þeim. Á síðari hluta 20. aldar komst mjög í tísku að reyna að bæta með einhverjum hætti fyrir þetta ástand. Hugmyndin að mannkynið væri aðeins eitt og allir menn bræður bjó til skyldu samhjálp þegar á þurfti að halda. Þurrkarnir og hungursneyðin í Eþíópíu 1983 til 1985. 1983 var ástandið í Eþíópíu algjörlega hryllilegt. Stríð, óstjórn og þurrkar ollu gríðarlegum uppskerubresti sem varð til þess að fjöldi fólks stór hungri. Upptökulið frá BBC varð vitni að ástandinu og sneri aftur til Bretlands í algjöru sjokki. Á sama tíma snerist menning á Vesturlöndum að miklu leyti það sem við köllum 80s í dag, glis og poptónlist. Bob Geldof tónlistarmaður tók upp jólalagið Do They Know It's Christmas til að safna peningum fyrir mat handa Eþíópíubúum. Lagið kom út undir merkjum Band-Aid sem getur merkt plástur eða hjálp frá hljómsveitum. Það sló í gegn og árið seinna kom út bandarísk hliðstæða þess We Are The World eftir Michael Jackson og Lionel Richie. Bæði lög áttu það sameiginlegt að margar af stærstu stjörnum landanna sungu lagið til skiptis og svo sungu allir saman í kór í lokin. Íslendingar gátu ekki minni menn verið og gerðu sitt lag eftir sömu formúlu. Það var lagið Hjálpum þeim. Öll hafa lögin verið endurútgefin síðan, sum oftar en einu sinni. Do They Know It's Christmas kom fyrst út 1984 og aftur 1989 og einu sinni enn 2004. We Are The World kom fyrst út 1985 og var endurútgefið 2010 eftir jarðskjálfta á Haítí. Hjálpum þeim kom fyrst út 1985, var endurútgefið 2005 og kom út á ensku 2011. Kostir og gallar. Band-Aid varð að stærsta viðburði sögunar í sjónvarpi þegar ofutónleikarnir Live Aid voru haldnir árið eftir. Gagnsemina má efast upp á marki. Mest af matvælum sem keypt voru fyrir féð sem safnaðist eyðilagðist í Eþíópíu. Öll vöktu þessi lög meðvitund ástandið og virkjuðu vilja fólks til að hjálpa. Þá má spyrja sig hvort í sumum þeirra að minnsta kosti eigi ekki eftir af gamaldags fordómum og yfirlæti.
Að öllu þessu var hent gaman í myndbandi þar sem íbúar Afríku hrintu af stað söfnun fyrir íbúa Noregs, eins ríkasta lands heims. Tilgangurinn átti að vera að safna gömlum miðstöðvarofnum til að hjálpa Norðmönnum að eiga við vonda veðrið og kuldann. Arabísk útgáfa. Árið 2011 tók Quincy Jones, sem framleitt hafði We Are The World, sig til og gerði gamalt lag að samskonar smelli í arabaheiminum. Þar sungu margir af fremstu stjörnum arabískrar tónlistar bokra eða morgundaginn. Safnað var fyrir börn sem áttu sárt að binda. Bokra snýst að á morgun komi nýr dagur, þar sé undir okkur komið að nýta hann til að gera heiminn að betri stað og standa sem bræður og systur með fólki af ólíkum uppruna, kynþáttum og trúarbrögðum. Fólk geti kosið að vera ljós, friður og gleði.